stelpa, ég ætla að hösta því í kvöld. Hæ, sæta stelpa, ég ætla að hösta því í kvöld. Hæ, sæta stelpa, ég ætla að hösta því í kvöld. Hæ, sæta. Hann höstlið, yeah. Já. Annar leiklund að hefja staðan 34-23, mikið skorað. Og Kjartan kemur með boltan. Hann fer út af.
ætla ég bara að byrja að lýsa fyrir ykkur kæru áhörundur sem horfið á leikinn. Seinna Samúlöpi Freyst og setur hann niður. Það gengur nefnilega alltaf miklu betur þegar við lýsum leikinum hér á Hamar TV. Þá kom hann Þeir finna inn. stemmingur á sér. Strákarnir á gólfinu. Strákarnir okkar. Steini Klaufali vinda. Oddur stelur enn inn nettinum. Geysi sjálfur. En þeir ná að slæma hendi í boltan og Hamar auðkastið. Það hörku völd. Nú ætlum ég að taka nefnbæsta korterið. Bara lýsa nefnbæsta. Nú séum við að Ordur gera sig kláran að koma inn og hann skiptir það við Steina. Tveir stórir og sterkir kallsmenn skipta sér stöðu. Hann snortar alltaf að vera komin í bein útsendingu núna. Já, það er alltaf gaman í barnahotni Villa. Oddur gegar á þrist. Sammi stelur því. Kemur upp. Siggi, af hverju fer hann ekki upp í þetta skot? Og við erum ennþá internetlausir. Við lögum þetta í hálfleik. Svo taka hann bláu snúruna og setja hann í annar port. Það virkar ekkert frekar sko. Ég er búinn að prófa. Það er ekki oft mikið til en stundum er viljið nóg. Össur þrist. Gengur ekki, KFÍ mun koma, nú ættum við að vera komin aftur í samband, látum kannski vita því á Twitter ef við komumst inn á netið. Það versta er mistaðu samtala okkar Ívars áður og komast í samband. Þetta er eitthvað sem er gott að maður eða... Já, allavega næstu 10 dagana. Þetta er skref held ég. Ekki það, ég veit það. Sami keistu völlir, finnur Örn og Bjartmar. Það er gert! Fyrir spil! Fyrir finish! Þetta er það sem gerir körfuknattleikinn svo fallegan, samvinna. Samvinna, saman sem vinna. Jú, mikið rétt. Sagði held ég einhver. Bjartmar í vitinu, setur það. 43-31. Þryggjast eða sóknir Bjartmari. Adam kastar KFÍ boltanum út af. 5 mínútur og 33 sekundur eftir af öðrum leikluta. Búið að vera truflanir og vesen á tölvukerfinu hjá okkur. Við erum með vandraða tölvu. Ekki fyrsta skipti, en vonum það síðasta. Þó að ég geti nánast þó að svo sé ekki. Bjartmar í lagalegt spinn move finnur Odds kollega sinn sem að gefur hann Tóta. Hann er svolítið að dansa upp úr hjá okkur núna. Ekki að vera mjög friendly bounce hjá þeim. Kristófer er svakalega kvikur og góður í að klára. Hörðu Góður og góður sterkur. player. Getur hoppað, mega það. Spurning hvort að FSU hefði ekki mátt leika sér aðeins lengur við hann. Ég held að mér finnst þetta að vera hörku player. Ég sá hann á móti Þór og hann átti mjög góðan leik þar. En töluna tala sér máli og hann var ekki með tölu sem að sæmir í úrvalsdeildinni. Það eru að fá flottan leikmann einhver síður. Þú finnst þetta algjörlega. Chris Woods.
Já, Daniel Óskar, hann þykist alltaf vera fyrstur með fréttinnar. Útsendingi stoppaði, eins og við höfum ekki tekið eftir því hérna. Heldur að útsendingin hefði komið aftur í lag ef við hefðum ekki tekið eftir að hún hafði stoppað? Ég held nú ekki. Þess vegna förum við í sveita gangaverði núna. Við erum komnir aftur, Bjartmar Halldórsson. Oddinn hlutar. Og þið vitið ekki að við bögtölum mikið þegar að slökta mikið fórunum. Og núna var Ívar einmitt að baktala Örn sem var að klikka þristið hérna. Já, sögunar. Leiðin Dala sem að Örn einn af okkur bestu vinum. Sögunar töluðu sínu máli. Við vissum að við áttum ekki að fá Vilhjálm til að lýsa á föstudegi. Hvað þá 13. Það er engin ofn að fá mig hingað, ég skal segja það. Ég er líka blá edrú, bara fyrir einhver hlustendur að vita það. Maðurinn er þekktur fyrir að standa ekki á skoðunum sínum. Maðurinn er umdeildur, svo ekki meira sagt. Hvað er þetta að bulla það? Alltaf á að lýsa leiknum. Spurt hann. Þegar Oddur upp með boltan. Þetta er bara villa. Klaufaleg villa hjá honum. Félag okkar númer 9. Já, ég hugsa að hann sé að Erlendur Bergi brotinn þar sem hann kom inn á lið og Kristoffer Andersson fór út af. Og eins og reglurnar kveða á hér á Íslandi þá má einhverju spila með einn erlendan leikmann í einu. Halla! Flott hreyfing hjá Oddi. Og það fekk hann líka ekki þetta unfriendly bounce sem hann er búinn að vera með hann síðustu 3 skotum. Eigum við að kalla bara Erlend? Við erum dottnir aftur út. Prófa bara strax að skipta. Þessi snúraði bara eitthvað lélegt. Sturlaði þessi þjálfari.
skot á netið. Sleppur hann svo svits. Hanna, back on track. Við spilum hvort við setjum annað tweet það sem komur í loftið. Eða bara retweeta síðasta tweeti. Þarna var Steinn að setja and one. Og vítið að Georg því. Leikmaður nummer 14 á KFÍ sem er frákastið. Þetta er aldrei ofan í. Jújú, þetta er steinleikur. Sokkur á mig. 48-44 fyrir Hamarsmönnum. Svo þarf ég að kenna þér að vera ekki með svona skít við andstæðinginn. Við berum virðingu fyrir öðrum leikmönnum. Þér best að kenna mér. Það geta vissulega allir sett skot sín sem eru inn á. En mér fannst þetta skot bara ekki líta vel út til að byrja með. Það var ekkert persónulegt gagnvart þessum fína leikmanni á KFÍ. Nei, ég veit alltaf það. En það er bara, ég þoli ekki jinx. Þú veist, ég get alveg látið að hitta. Aldrei onni. Ha? Kemur. Ég vildi bara... Jinxið. Já. Nei, heyrðu. Nei, ha? Heyrðu, við verðum að hætta þessu bara. Hér frá segjum við allir boltar KFÍ mann að fara onni. .50, 46, 58 sekundur eftir. Fjölmennta KFÍ fólki hérna að pöllum. Þristi kistunar. Ég væri til í að Hamarsmenn fara að rífa sig almennilega í gang hérna. Það er spurning, heldur að allt þetta fólk hafi komið flugi til að horfa á hana leik? Já. Taktu flugið, segir Flugfélag Íslands. Já. Kom til Hveragerði. Florian. Fram með Bjartmanni. Aftur. Tveir í röð, nei. Það var hörku árekstur þarna hjá Það vil Oddur fá villinu tvisvar í röð. Ef ég þekki Oddur rétt núna þá held ég að sé alls pirraður. Já, það eru ansi mikið læti allstaðar á vellinum. Báðir þjálfarar brjálaðir, leikmennin á vellinum brjálaðir, en dómararnir rólegir. Þeir eru Alveg skýrslagir. salíslagir. Þvílíkt jafnaðingir sem Aðalsteinn Leósson hefur upp á að bjóða. Og ekki síður hjá Gunnlaugi Briem. Það er eiginlega í bara nafninu Aðalsteinn. Og eftir svona rólegur karakter. Össi setur skrif fyrir Sammi upp í þrist. So close á Bjartmar. Nei. Leikhlutanum líkur og þar með er fyrri hálfleik lokið og þar með er hálfleikur kominn 50-46. Nú veitum að fá okkur pítsu. Er það ekki fría fyrir það sem er að lýsa? Nei, ég ætla nú ekki að fá mig pítsu núna. Já, bæði pítsun er frá Hólaugsinu sem er bestu pítsu á Suðurlandi. Ef ekki frá Íslandi. Hér hendum við auglýsingu frá þeim. Þannig kannski við förum að rukka þau fyrir áskjöldin 2015-16 en sveiti gangaverðir, þið fáðu engin stefgjöld. Ég ætla að hösta því í kvöld. Hæ, setja steppi, ég ætla að hösta því í kvöld. Hæ, setja steppi, ég ætla að hösta því í kvöld. Hæ, sæta. Hann er höstleg. Já.
læti, ég mun hösla þig í kvöld. Hann hösler, tekur kvittan dans, hann djúta flikast að tellingardinn hans, hann hösler. Þú fyrir lítur að tattoo sem var að fá mér. Vá, er þetta svona kínverst á? Já, og það fyrir ég elska þig. Hæ, elskan brosa, ertu brún og sæt, finnst þér ekki alright að kíkja með mér upp í rætt, við getum brúndað all night. Elskan mín komdu, pabbi gaf mér hondu og ég þenn hana fyrir þig. Hann hösler, tekur kvittan dans, hann djúta flikast að tellingardinn hans, hann hösler. Við erum í feeling, já höst feeling í kvöld. Hann hösler, tekur kvittan dans, hann djúta flikast að tellingardinn hans. Hæ, setja stelpa, ég ætla að hösta því í kvöld. Hæ, setja stelpa, ég ætla að hösta því í kvöld. Hæ, setja stelpa, ég ætla að hösta því í kvöld. Hæ, sæta. Hann hösler. Ooh, yeah. Tattoo
þegar ég elska þig. Hæ, elskan rosa, ertu brún og sæt? Finnst þér ekki alright að kíkja með mér upp í rætt? Við getum brúndað all night. Elskan mín komdu, pabbi gaf mér hondu og ég þenn hana fyrir þig. Hann höstir, tekur kristan dans, hann djúta flikast dans, að tendingarnir hans. Hann höstir, já, hann höstir. Við munum dansa, þangað til við dettum niður. Við erum í feeling, já, höst feeling í kvöld. Hann höstir, tekur kristan dans, hann djúta flikast dans, að tendingarnir hans. Hæ, setja steppa, ég ætla að hösta því í kvöld. Hæ, setja steppa, ég ætla að hösta því í kvöld. Hæ, setja steppa, ég ætla að hösta því í kvöld. Hæ, sæta! Hann hustler, yeah. Hann hustler, tekur kristan dans, hann djúta flikast dans, að tendingarnir hans. Hann hustler, já, hann hustler. Hæ, sæta, ég hustler, tap og gæ. Viltu koma niður í bæ? Þú ert algjör cutie pie. Don't make me cry, með því að segja bye. Þetta verður allt í læti, ég mun hustla þig í kvöld. Hann hustler, tekur kristan dans, hann djúta flikast dans, að tendingarnir hans. Hann hustler. Þú fyrir líkur á tattoo sem ég var að fá mér. Vá, er þetta svona kínverst tá? Já, það þegar ég elska þig. Hæ, elskan rosa, ertu brún og sæt? Finnst þér ekki alright að kíkja með mér upp í rætt? Við getum brúndað all night. Elskan mín komdu, pabbi Já, við erum að hefða síðar afleik núna. Staða 50-46 fyrir heimamenn. Og Hamasmenn byrja með knöttinn. Vilhjálmur muni senda hann að kaffi. Það er kannski ekki gott að vera með hann heilan leik hérna. Síðar afleikurinn hafinn og Oddur kemur með boltan upp. Sami leitar og þetta er bara gefið og Kristófer Andersson klárar þetta með sniðskoti 50-48. Tveggjastega munur. Nú er þetta orðið alvarlegt og þeir stela honum aftur. Við erum að tala um að þetta er orðið dauðaleikur. Kjartan bara upp í þristinn, hittir ekki og Oddur með frákastið. 3-2 eða 2-3. Gott sending hjá Sama. Glæsilega gert. And one. Ertu komin aftur hana? Já, ég skrappi í sjoppun og fekk mér á sútlaði. Þú búinn að segja hvernig staðinn í landsleiknum er? Nei, en það erum við ekki að tala um einhvern helvítis fótbolta við erum að Staðan er alltaf 1-0 fyrir þá sem vildu vita. Fyrir Íslandi. Já, nú fyrir allir inn á Rúf.is og hætta að horfa á okkur. Takk fyrir það, Vilhjálmur, takk fyrir það. 53-48 fyrir ykkur sem hafa skemmtilegra, finnst gaman að horfa á körfubolta. Þetta er nú bara einhver vináttuleikur þarna. Hér er engin vinátta því að Það með snöru boltanum. þessi leikur er með 2 stig í boði. Ekki bara einhverja vináttubönd. 2 stig sem að bæði lið þurfa mikilvæg. Já, gæsinnar eru farnar af landi brott. Ekki mikið maður sjást í Sigga núna síðustu mínútur. Það er bara ekki síðan í fyrsta leikhlutast held ég bara. Sjö með þá.
Össi. Það vill að fá villu. Þetta sé rétt hjá Össa. Kristi eitthvað að kvenka sér hérna inn á. Spurning hvort hann fengið eitthvað högg. Hver þá? Hvað? Hver fekk högg? Mistu þið hvað dæmda? Hæ? Mistu þið hvað dæmda? Að bara vindla hann að felti Örn okkar. Örnin mun samt halda áfram að fljúa. Hann flýgur hátt. Og það er mjög erfitt að fella Örn. En það allt er hægt. Já. Klikkaði það. Leikmann með 13 með frákasti. Kjartan inn á Nökkva. Nökkva ætlar að fara á steina. Á Kjartan. Frábær sending inn á Kjartan sem að klára. Það var flott sendingarna hjá Nökkva. Og Lottur hinum inn. Það er sama. Steini, end one. Það lifnaðir Hamarsmönnum með það. Frekar rólega byrjun á þriðaleifunda. Þetta er alltaf gott súkkulaði, ég get ekki hægt að borða. Áhorfendum hefur þjappað í hálfleik. Þeir þjöppuðust allir í kringu 12-una. Já, þetta voru líka sína landsleiki. Þurftur að minnast aftur á það, þannig er vitið. KFÍ koma núna. Herðu, vá. Kjartan með fína hreyfingu. Hamar spila fína vörn. Endar á klikkuðu skoti og Sammi frákasti. Og skilur hann eftir fyrir Ott. Frekar riski. Ott fyrir gegn. Það er svo stuttu þessi. Rollur í mönnum. Jóhann Jakob. Kjartan er við þrist. Þessi steinleikur. 59-53 og Kjartan komið með 16 stig. Það er bara 7 mínútur eftir hérna á þriðaleifunda. Svakalega kaffið eitt. Það er heitt. Það er Siggi Haff var í fyrsta áleik. Já, talandi Siggi Haff, þarna setur hann 2. Brýst í gegn og setur niður þetta leið. 61-53. Þarna kemur hann fljúandi af Kristoffer Andersson og Rífur þetta frákast á Erni. Ég held að þetta er bara walk in the park frákast. Svakalegur íþróttamaður á Kristoffer. Steini inn. Fær villu. Forðan að sjá hvaða leikmaður fær þessi villu á sig. Jóhann. Heyrðustu KFÍ stuðningsmönnum spurðu hvað kjafta þetta sé. Ég er nokkuð viss með þetta hafi bara verið frekar fair and square villa. Hann er höfslegin, stígur, drillandar. Nei, nú veit ég hvað þið hugsið. Nýtu auglýsingamerkið ekki, en lagið er komið. Já, eru alveg vissum það að áhorfendur heyri þetta lag líka? Við munum dansa, þangað til við dettum niður. Við
kvöld. Hæ sæta stelpa, ég ætla að hösta því í kvöld. Hæ sæta. Það eru 2 víti. 6 mínútur eftir hérna, þriðleikunda. Steikur Lagsson. Steikur Lagsson. Stálhamarinn. Þetta er með einhverja sturlaða staðröndum Steikur Lagsson. Stálhamarinn. Já. Já, ég veit ekki hvort það megi segja hana en kallinn er að verða fadir. Já. Nei, ég er að tjóka. Ég mátti ekkert segja þetta. Herðu, Drögum þetta baka. hann er ekkert að verða. Nei, ég er þess að með Jú, hann er að verða. sturla bak. Ég Hann sá er hann að- að mannið sem lifta bíl og skipta dekk með annari. Pappan, Steina. Það var þetta lítill bíl en enga síður. Hann lifta honum upp. Já, Stígur hún á stúrnum minni. Já, aðra styrlaða staðan þetta er hann Steina. Hann ekur bara á litlum bílum. Já. Mígru og Fyrst að vera betur við svona snertingu við veginn á Kristofur kom á línuna. Sáttu setta skot eða er þetta? Þetta eru 2 skot. Fyrir Róni. Kristoffer kom með 21 stig. Ef að það er svona start tíma. Já. Aldrei að vita nema við getum gert það næst þegar komið víti eða skipting. Samið með 24 stig, Siggi 15. Aðri minna hjá Hamri. Og Kristoffer og Kjartan leiði þetta hjá KFÍ með 21 og 16. Ef það farið er út í stóðsendingar þá er að sjálfsögðu okkar maður Oddur Ólafsson að daðra við þrennuna, svo kölluðu enn eina ferðina. 5 frákvæð, 6 stóðsendingar, 7 stig. 3 stóla. Og 6 tapa, hann getur kannski farið í fernu. Aldrei að vita. Kemur stóðsending hér, nei, Tóti. Já. Tóti setur hún saman upp í frist. Og þessi steinleikur. 66, 57. Sant segir nú tablan 65-57 þarna. Gáum hvað þeir segja á statinu. Þeir segja það saman við, já, það sem ég held. 5-27 eftir að 3 leikluti. Þetta skaplega bræðdöft eitthvað hjá okkur hérna núna. Ég veit ekki sagt til um það, ég er að súkkulaði og það er ljómandi gott. Já, þú hefur ekki farið í bónus og fengið blóðsykursmælingu í dag. Herru, reynda fór ég á bónus og var einmitt að spá í hvað þetta fólk verið að gera, hann að stinga fólk. Þá veit ég hvað það hefur verið að gera. Og lestu ekki meðlagi? En blóðsleikurinn mér er fín. Hann er fínt, sagði hann. Ég allavega hann let mæla mig og var hann nú helst til að lánsaði kallinn. Já, já. Sagði mér að fara að drekka djús. Var það samkvæmt læknisfræði? Á það hvað Hendi þetta í flórutaflösku og sagði sprautu læknisráði. Þannig að rífur saman yfir frávist að þetta Chris klikkar á sendu vítunu. Nú ætlum við að hætta að ræða um einhverja blóðsykra á enga líf. Þannig er Siggi Því að Sigurður Hafþórsson er að kveikja í netinu. 69-58 og Sigurður Hafþórsson, hann mætti halda að hann hafi Það er léttu við strákurum henni í kvöld. verið að sjá eitthvað. Þeir eru að við saman með alla leið upp. Setur þetta leið upp. Nú er dómari á KFÍ alveg að verða brjálaður. Og ekki sáttur með framgang sinna manna. Kristoffer Andersson íti Sigurður frá sér, glæsilegt, Siggi er að purra hann. Nei, stuttur, þetta hefði verið highlight. Þetta hefði verið highlight en var það ekki. Af því að Siggi, hann ætlaði að búið til highlight. Nei, Nei, þarna misskilningi á Oddu og sama. þarna hefði viljað sjá oddkikkunum í hotni á Sigga sem hefði kveikt í netinu enn eina ferðina. Nökkvi fær hann á póstinu. Fer á Steina, erfitt verkefni. Chris, hvað dæmur þetta? Sigurður fær vill á gólfinu. Hann er að hítast og kýtast í honum Kristoffer. Það er eitthvað að hittna milli þeirra að tökja. Það er heitt í kólan að spenna milli þeirra. Já, spurning hvað þeir eru að gera til leik. Siggi hattar líka FSU og hann var í FSU og svona. Já. Það er engin ástala milli þeirra. Þarna stelur Sami boltanum. Heldur Kjartan bara í gólfið fyrir alla leið. Og
klára þetta sjálfsögðu. Coast to coast. Það var fínt fyrir henni á Samúel. Kristoffer treður í. Þessi maður klikkar ekki að tróðslu. 72-60 og rétt tæpar 4 mínútur eftir að þriðja leikluta. Tóti með boltanum upp á topp. Mikið hefði ég gaman að horfa á aukaatriðin í þessu leik. Sigurður Hansson! Og það er villa á Tóta. Tvö skot, bónus. Gaman að fylgjast með honum Otti Benediktssyni, aðstoðarþjálfara Hamars, skamma sín og leikmann á bekk. Mikið lost fyrir það sem hann lifir sig inn í þennan leik. Skamma sín eða skamma sína? Skamma sína menn. En er þetta að fara að gerast? Það er komið að liðinu. Maður raskar. Þarna. Ég hef getað að stilla kameru svona fast að það. Ég veit gott að það í vörðin á riddarabórnum maður. Það fyrir ekkert framhjá mér á skotklökunni. Hebbi, hvað á ég að gera þessi keilu eiginlega? Ég er bara að hugsa þessum þetta. Ég setja hana hérna. Já, hún er góð hérna. Nei. Hvað? Strákar, hvað ætlaði þessu eitthvað sem ætlaði að fá okkur að ringa á riddarabórnið? Riddarabórnið? Er þetta ekki riddarabórnið það? Ok, það er þetta með þetta riddarabórnið. Strákar, ég veit eiginlega hvað ég skrifa þetta. Sko, ég skrifa bara hérna 2 og 1. Það byrju eftir að segja mér þessi vittlust, ég er búin að gera þetta rátt alla leikina. Strákar, ég held að ég á ekkert að vera hérna. Ég kann ekkert að gera skýrsluna. Þeir voru að segja bara að ég væri bara að skrifa svona brotkalla og teikna tippu og eitthvað. Já, ég bara veit það ekki. Já, glænýr liður. Nefnvært að riddarabórið. Nei, við ætlum að bíða aðeins, segir Aðalsteinn Leósson. Kannski kíkjum við á okkar menn í Hamri. DJ in the house. Þetta er frændinn. Frændi okkar erlenda leikmanns. Já, og mikill stuðbolti. Enskukennari í grunnskólanum. Já, hann er ekki enskukennar, hann er svona eitthvað svona ensku. Hann er eitthvað að segja ensku þannig við krakkan í Hveragerði, jú. Hann er einmitt að kenna Fannari ensku þannig. Og hann fokkar, þetta var að blurra þetta maður. Hvað er í gangi hérna? Menn eru að nota puttan á bekknum. Hvað heldur Oddur sé að hugsa? Oddur, hann er þungt hugsi. Ég held að hann sé að hugsa hérna starfsmannavildri. Ætli þið sé ekki að hugsa það að jólabjórinn kom í Vestlandinu í dag? Það gæti verið. Það er eitthvað skýta glott á þeim hann. Ég held þeir viti að þeir Oddur og S eru búin að átta sig hvað er í gangi. Og þeir eru að tala fyrir okkur. Já, ef aðeins að reyna að rýna inn í djúptin í huga þér og segðu mig hvað þeir eru að tala. Þeir eru hættið að tala. Þetta eru ábyggilega 2 myndarlegustu mennir í liðinu. Og þeir vita alveg að því, strákanir. Ég held að hún klæði eitthvað auðan á hann með þess að. Já, það er kannski lengt að taka út linsunar. Hvernig að spila menn með linsu svona í svona íþróttaviðburðum? Já, þessi gerir það. Já. Arlar augun sín. Klæðir augun líka, hún klæðir hann í skeggið. Hvað er gott að góða til skegginu? Silla, það er enga skeggi á mig. Sko, ég hef alltaf nokkað að fá svona skeggið í hússtefni. Hvað er þetta að bera eitthvað á þetta? Já, ég er bara að bera svona skeggólíu á þetta. Virkalega drullu með sko. Ég veit það ekki, ég verð að fara svona skeggólíu maður. Mér vext ekkert skegg. Mikil töfn á leiknum, ertu með eitthvað uppsingar, hvað veldur? Já, staðan er 73-60, ekki 72-60 líkt og taflan segir og menn er að leita að týndu stigunum. Eða týndu stíinu.
leitin að týnda stíinu. Við getum kannski farið í dagskrárliðin leitin að týnda stíinu. Já, summaði inn í hotni á kjöruskellinu, það gæti verið þar. Já. Maður sjá, týnda stíð þarna? Nei. Týnda stíð þarna? Nei. Já, nóg koma við sem ég var. Þeir eru alltaf bara beint í víti. Það getur, það er spurning hvað það sé týnda stíð. Nú á að skera úr týnda stíð. Hann fær enda 2 tækifæri til þess að. Þá er leikmann nr. 13 sem er ekki ennþá komið með eitthvað heiti. Þetta skjótan heitir Nökkvi. Hann klikkar fyrstu veit. Er það rétt hjá mér? Heitir hann Nökkvi? Já, hann heitir Nökkvi. Já, sko, ég er alltaf að koma hjá mér, krakkar. Reyndar veit ég ekkert hvar við hættum í þessu leik, þannig ég veit ekkert hvort að þetta átt að vera svona eða hvað. Nei. Hann klikkar á báða vídeón. Já. Týnda stíð var ekki á vítalínunni hjá KFÍ, það er alveg á hreinu. Bjartmar með boltan. Steinar sem snýr, finnur Samma undir og hann upp og klárar þetta. Samuel Prescott kom með 33 kvikindi í þessu leik og hvergi næri hættur þar sem það er ennþá heill leiklut eftir. 3 mínútur betur. Við viljum 50 á mannin. Sjáðu Tóta, sjáðu Tóta, sjáðu Tóta. Þetta er gaman að þessu. Kristoffer Andersson, hann fær ekki boltana því að Tóti er að dekka hann. Og hann tekur frákastið. Nálægt því. Þetta er okkar boltið því að Tóti náða að æsa í Kristoffer. Tóti er einmitt fyrir leikmaður FSU líkt og Kristoffer. Hann lítur að vera óþolandi fyrir svona stóran og sterkan mann að fá svona lítil og sterkan mann á sig. Já, þegar þú ert með Tasmaníu-djöfulinn að þér, þá er ekkert sem að þú getur verið að hugsa þér til ánægi. Nei. Sjáðu Tasmaníu-djöfulinn. Núna ætla hann að blokka hann fyrir undir hann. Segir hann bara, farðu heim, félagi, þú blokkar mig ekkert hér. Bjartmar slær knöttin í andliti á Sigga Haf. Sjaff vélinni. Sjáðu Tóta, sjáðu Tóta. Núna út á Kjartan sem að setja bara loftbolta hérna og Siggi Haf með frákast. Nei, Sigurður í boltana, hvað? Hvað vitt að segja þetta? Það kom ekki að sök vegna þess að Kjartan klikka á skotinu. Nei. Nú vil ég bara hafa sem að fara að vakna. Nú þarf haus í leikinn. Ekki að hlaupa eins og hauslesar hænur. Já. Það hausleysi hana kannski. Bjartmar átti að stela boltanum, en Kristoffer nær þessu. Út af félaginn nr. 10 sem klikkar á þristinum og Samúl rífur þetta frákast niður. Og það er hakkað hann og hann fer á línunni 2. Samúl getur bætt við 34. og 35. stíinu hjá sér. Engin í teljandi villivandræðum eins og staðan núna. Nei, það er ekki hægt að segja það. Leikmann nr. 10 hjá KFÍ var að fá svona 3. villu. Og það er kældur. 75-60. Og síðan gengur ekki. Þetta er sjálfsög sjón hérna. Þrusu vítaskýta, Samuel. Semi. Aðsteinn dæmi við það að Tóta. Þá kemur Svenni James inn á fyrir Sigga Haf. Fær hérna að spreita sig síðustu 1,5 mínútuna, eða svo? Í þessum leikluta, já. Í þessum leikluta, sjálfsög. Það var góð búbótur Hamarsliða að fá Svenna hérna úr höfninni. Já. Höfninni segiru. Er hann ekki það með það? Já, það eru nú margar hafninnar á Íslandi. Já, þegar ég segi höfninu þá veit fólk alveg að ég tala um Þorláksson. Alasso myndi dansar. Er Voltusmann. Já. Allir nema sem að dansa í Þorláksson. Ég heldur þetta að... Kanja í vest.
Svenni Upp í þrist, klikkar hérna. Það var bara Tóti sem fær að reyna. Tóti Hár og langur þristur. Markon talaði loftbolti hérna í Hveragerði. Taktu eftir því hérna með mér. Já. Ætlið að séu marga flúrstofur á Ísafirði. Margir leikmenn eru flúraðir og það vel. Já, oft er það þannig að það þarf ekki nefn bara einn í byggðinni að kaupa sér svona tattúbissu. Vera að flúra alla. Það er bara svona eins og í Hveragerði þegar fólk vil blóðsökursmælingu bónus. Það er bara flúrgaur bónus á Ísafirði. 75-65, KFÍ menn að koma með comeback aftur. Það er alveg rétt hjá þér, ekki margir sem eru flúraðar en það í Hveragerði. Fín vörn Bjartmari sem endur með að stela boltanum. Hann tapar honum aftur. Það var ekki alveg nógu gott hjá Bjartmari, en fínt hjá hann að stela boltanum eitthvað síður. Og Steini að fá sinna þriðu villu. Mér finnst svolítið pirringur í Hamarsliðinu. Já, í öllum að Tóta, því Tóti fer inn alla völl og segir að þetta sé allt í góðu. Já, það er ekki ástæðulaus Team Spirit. Ástæðulaus að Tóti er okkar mikilvægast til ekkur í þessu liði. Þegar eins og ég hef sagt fyrir í vetur. Einn af. Eins og ég hef sagt fyrir í vetur þá er ekki hægt að vinna leiki á þess að vera með rauðhæra mann í liðinu og hann kemur með þá búbót. Það er ekki nóg að hafa bara rauðhæra þjálfara. Já, við erum reynda með 2 rauðhæra þjálfara. Þó að Hatti sé búin að tala um að lengja þessi kastani í brúnharður. En eins og frægt er orðið að mínus og mínus gerir plús. Það er ekkert mínus að vera rauðhærrívar. Ég sagði það aldrei. Akkur þarf það að koma þessu upp á mig. Þetta steinleikur hjá okkar manni Steina. 77-66 þegar að þriðja leikluta lýkur. Sveiti gangaverðir, gjörðu þið svo vel. Ertu brún og sæt, finnst þér ekki alright að kíkja með mér upp í rætt, við getum brúndað all night. Elska mín komdu, pabbi gaf mér hondu og ég þenn hana fyrir þig. Hann höstir, tekur kristan dans, djúpt að flyggja stans, tett líka til hans, hann höstir. Já, komum við henni 4. og síðasta leikluta. Já, gaman að renna við stöðu í öðrum leikjum eða fyrir íringa. Já, það er gaman fyrir alla nema íringa. Þessi íringar eru held ég með 40 stiga múti 94 hjá Haukum. Það er svo mikið raskelling í gangi hérna í Seljaskóla. Ísak vill fá að vita hvað lagið heitir sem við spilum í Já, auglýsingum. ég held að það sé að hann er höstlu með sveittum gangaverðum. Að sjálfsögðu er þetta höstler með sveittum gangaverðum. Þetta lag var upp á sitt besta þegar... Örn var ungur, bróðir Ísaks. Já, ég og Örn erum við á sama aldri þannig að við vorum báðir. Já, vorum í svona 9. bekk. Ungur. Ekki er maður nú gamall í 9. bekk. Nei, það er bara valla að gengja manni niður til rastli, sko. Hann er höstler, stífur trillan dans. Þannig að það er hálfleikur í Ísland-Pólland, það er 1-0 ennþá fyrir Ísland. En þetta er nú ekki frægasta lagið með sveittu gangaverðunum. Það er líklega Boogie Boogie. Boogie Boogie út á golf. Fyrir þá. Sem vilja dansa. Alveg rétt hjá þér, Ívar.
Boogie Boogie. En En þessi, eitthvað 13 ára þegar þetta lag var upp á sitt besta. já, þessi hljómsveit náttúrulega kveikti líf og vonarneista í sálum minni sem ungur rappara, en að öðru leiknum í dag. Ég veit ekki Myndatökumaðurinn, hann er ekki með að fylgja boltanum, en Kjartan ætlar að fylgja vellinum. Oddur á móti Kjartan hérna. Kristoffer Andersson kemur á blokkina. Og þetta er Hamarsbolti. Hamarsbolti. Bara allt á först sending hérna. Næst spurning hvort að Kristoffer sé bara Ég vil nú ekki meina það. Össi náði að slæma hendi í knöttin og af Össa fór hann í nökku og þaðan út af. Bara frábær vörn hjá Erni. Hér er Stefán Haldarsson kominn inn á í fyrsta skipti í vetur að ég held. Ég veit þó ekki hvernig... Össi finnst reyfingaboltar, en það er ekki komið mikið út þessu. Ekki nema bara putback sem að gengur ekki. Ja, það eru fínt ef að Samúl hefði sett sokk í mig núna. Þetta er skref en ekki dæmt og Nökkvi klárar. Glæsilega gert hjá Nökkva. 77-68. Til að fljótu taka boltar inn. Samuel. Örn og Odd og Steppi. Sama, Östsi. Og hann setur hann niður. Fín vörð sem að KFÍ er að spila enga síður og þetta sóknleikur í Hamri sé flottur í augnablikinu. Það er síntal dagsins. Ég hef aldrei séð Hötta Max var í síman í miður útsendingu. En er Hötti Magga ekki góð og lýsandi? Nei. Semst, ef það var ekki bara náðið þá var ég var í síman núna að tala um mömmu sína. Hún vil fá hann heim í mat. Steiktar kjötbollur og kartöflumús. En núna er það sem að Örn Áldi að stjálfa og Kristofur keyra körunni. Og þarna er leikmaður nr. 8 í þriss sem að klikkar og Stefán Haldarsson með frákasti. Já, þá var ég búinn að ljúka samtali sína við móður sína. Þetta var eitthvað Karl föðu minn sem er viðtölu dagsins. En eins og Samuel upp í þrist, klikkar þarna. Eins og flesti veiðmenn á landinu vita, þá er síðasta rjúpnahelgi núna. Fyrir hver að vera síðastur að ná sér í þennan hvíta fiðurfina. Samuel frákasti og Kristofur brýtur á honum. Eða hvað? Jó, það var Kristofur. Leikmaður með 12 kallar á þessi villuna. Fær hann ekki. Kristofur kom með 2 villur. Stóri eða einhvern veginn hafa áhyggjur af villum í þessum leik eða hvað? Það er reyndar nokkur leikmenn í Hamar kom með 3 villur. Oddur gefur hann upp á Svein. Sven mín venn. Nei, léleg sending í Össa þarna. KFÍ boltan. Þeir eru rægir við að skjóta og það er það sem er að halda okkur í forystu held ég. En eitt neyðarskotið. Samúl til boltan og hvað dæmir það hér? Það er að sjálfsögðu ekkert annað en villa. Já, hann fæði númer 12 villuna sína sem hann baði máðan. What goes around comes back around. Þetta er glæst þetta svo sem hérna. Það er eitt að laga með JT. Bara í vatnaskói. Bara í I thought I vatnaskói. told you, big. Herðu, hann er bara... Hann er sko að stela boltanum. Slagt innkast. Þeir eru hérna í zón. Önnu villa á Kristoffer Andersson er og seinn í þennan bolta og... ná sér í svona 3. villu hérna. Önnu villan á stöðum tíma hann. Já. Og það er 2 villur í bónus hjá Hamri. Oddur á sama. Svæðið er Akkillesarhæll Hamas og hefur alltaf verið. Tapaði bolti, Enni tapaði boltinu á móti svæðinu. Þetta er bara rauðningur. Ekki dæmt. Hákon á Jóhann Jakob sem að kipur hann út á Odd. Enn eitt stóri bolti í Oddi. Og það er villa. Oddur hendur hann í gólfinu. Og leikmaður nr. 10 svo tegur þessi villa á sig. Oddur fer á línunni 2 skot.
Þetta var eitthvað sem við skildum ekki. Nei, Florian Jovanov. Greinilega með stuðningsmenn hérna í stúkunni. Tutta la gasolina. Oddur Ólafsson. Eitthvað að frétta á þrennuvættunni hans. Hann ennþá með 7 stig. Klikkað fyrir að vítinu hérna allavega. Ennþá með 6 stóðsendingar og ennþá með 5 frákast. En hann allavega komið með 7 tapaða bolta. Tvennuvættin lifir. Alltaf gaman að fíflast í oddinum. Þarna klikkar hann setna skotun og þeir fóru of snemma inn, segir dómarinn. Oddur fyrir aftur á línuna. Fær hérna 3. tilvíðlega. Nei, klikkar þessu líka. Og KF er fákastu. Já, þetta ekki nógu gott, Hammarsmenn. Menn verða rífa sig í gang hérna. Florian á Jóhann Jakob. Hann með húksendinguna. Florian keirir. Finnur Daniel. Hann way off og þetta skotklukka rennur út en leikurinn hættur á. Nei, votta. Þetta bara... Þetta afskaplega skrýðinn dómur. Já, yfirleitt leyfa menn nú að svona aksjóni að halda áfram en Guðlaugur toppmaður, hann ekkert að flýta sér heim. Leðið fyrir Steppa að fá ekki þessi stig. Þau koma bara síðar. Oddur og hérna vel skeggjaði dómarinn ræði hérna þessu saman. Kallar einhver stuðningsmaður KFÍ hérna Örn. Og þá fær Örn að mitt boltan og setur bara Eldon. Og Allilea kemur með flautu konceptin. Bíp. Komin hérna í ljósa stuðningsmanni KFÍ var ekki hérna Örn, þetta er Vörn. En það breytir enga því að Vörnin var ekki að skila sér en Örn var að skila sér. Þeir reyta á þessi brandarinn sem meða. Já. Ég sletta skýrinu. Þó ekki eins og Helgi. Nei, blessi minning hans. Mikil kjötveislan í tegnum núna. Enda með því að leikmann með 13 sem ég ekki hefði komið nafni á. Jó, þú varst með áðan allavega. Já, ég stengleif því. Nekvi! Oddur boltan út og þetta er hvað 8. Tapaði? Nei, þetta er ekki tapað bolti þar sem Hammarsmenn hafa ennþá band á knöttinum. Innkastiði þeirra. Körfuboltareglur 101. Ég sá ekki að það er náð boltanum, fyrir ekki. Það er samanlætanlegir, Eldon. Eða Karfa góð. Villa Karfa góð. Á góðri íslensku. Og samið því komin upp í 35 stig. Við vorum eitthvað óska eftir 50 áðan. Minkum það niður í 40 núna. Fína nýtingu líka. Já. Fyrir hann 3 stiga skot hans. 9-11 í tvistum. Florian fyrir alla leið, klárar og fær villuna ekki. Stuðningsmenn Florian láta heyri í sér í stúkunni. Ánægði með hans framlag hérna. Allele blö. Mikael renni sér á rúllustólnum inn á vellin til að teka stöðu leiksins en Mikki lenti í álagsmeiðslum. Álagsfótboltamaður. Það var ekki djammeðslu. Sumir segja hann hafi dansað á mikið. Þetta er skref. Klaufaleg skref hefur steppað þarna. 85-73 og þetta er langt frá að vera komið einhver sigur á þetta hérna. Hammarsmenn þurfa aðeins að fara að vakna. 5,5 eftir. Ekki bara að hugsa ísinn í klefanum eftir leik. En það er að sjálfsögðu kjörís eftir alla leiki.
Frystikista í klefanum. Veikar Kjartan opið þrist og fer inn í tvist sem að klikkar á. Eða sem hann bara breykar á. Það er bara alveg svona hérna. 85-73. Stefán á Samma og Steini á Össa. Hann ekki að klára. Þarna vildi Örn fá villu. Já, Örn búinn að vera svolítið pirraður í dag. Mikið vilja villunar og bara- brýtur hana ásetningsvillu. Það er svo grófur hann það. Örn var að fá sína 4. villu hérna. Aðalsteinn Leósson með skrítinn dóm þarna. Já, ég veit það ekki. Ég held að það hafi verið ásetningur. En ég er ekki dómari. Æ, ég var nú bara að reyna að segja þetta eins samt og ég geti, þannig að hann hérna beint fyrir neðan okkur. Takk hann á taugum. Heldur að dómarinn horfið á Hamar TV? Já, þeir hafa nú komið hérna upp til að greina atvik í miðjum leik og svona, já. Það horfa allir á Hamar TV. 85-74. KFÍ getur minkað muninn undir Florian fyrir á línuna og getur komið þessu undir 10 stíðin. 85-74 í staðan. 4 mínútur og 41 sekúndur eftir. Þetta er langt frá því að vera búið. Það er spurning hvort að KFÍ ætla að gera þetta fyrir leikinn undir lokin. Já, það er aldrei að vita. Körfur knattleiksfélag Ísafjarðar. Hefur þú farið til Ísafjarðar, Vilhelmur? Já, sjálfsögðu. Margóft. Margóft, mikill fan. Ísafjörður er fallegur bær. Ísafjörður eins og sumir vilja kalla. Og ég var bara búinn að gleyma þessu viðnefni og hérna í frá ætlum við ekki að kalla KFÍ neitt annað en körfuknattleiksfélag Ísafjarðar. setja hann lengst fyrir utan og þessi af. Ísfirðingar hendast í sókn. Herru, þetta er Rauðningur. Otti Fiskaluna Rauðning. Ljómandi vel gert bara. Stuðningsmenn Ísafjarðar ekki ánægð með þetta í stúkunni. Þarna kom eitthvað kommentum að hann hafi verið inn á. Það hafi verið öllum ljóst að hann var inn á þegar hann fekk Rauðning á sig. Það sitt sín í hverjum. Klassiska rullanum að dæma báða megin líka. Dómarabóla. Það Hann er langt í bolludaginn. Það er langt í bolludaginn, það er rétt hjá þér. Gaman að segja fyrir því að Örn Sigurðsson á afmæli á bolludaginn. Skemmtileg staðurinn. Aftur eitthvað klikk hérna, eða eitthvað, var þetta kalla leikli, sástu það? Herðu. Já, mér sýnist þetta að vera kalla leikli. Já. Það er allavega hérna nafna leiðrétting. Hann hérna Florian Jovanov er ekki Florian Jovanov, heldur Nebojša. Nebojša. Það er miklu erfiðar að bera það fram. Nebojša. Nebojša. Nebojša, eins og nefnast er ykkur að bera það fram. Við bara erum nú seinir í að fara að fá einhverja skýstur hérna, við miður Ingi minn. En takk fyrir að leiðrétta á okkur. Ef þú ert með... Ef það er ekki búið að koma fram, þá höfum við ekki hugmynd hvað þessi menn í KFÍ-liðinu heita. Það er ekki ég. Já, við þekkjum núna eitthvað á Kjartan. Já, Kjartan er vel flúraður. Daniel. Það er eina ástæð fyrir ég þekki hann. Daniel og Andersson. Já, Nebojša, þarna er hann maður. Já, Florian er ekkert búinn að koma inn á. Nei. Það er þá líklega vinur hans Nebojša sem er að sniða inn í stúkunni en ekki vinur hans Florians. Ég veit ekki hvort að vinur hans Florians sé í stúkunni. Nebojša er einmitt komið með 12 stig og 3 frákast. Fínt leikur hjá honum. KFÍ eru komin í 2-2-1 pressuna. Gömlu góðu sem við öll lærum í minniballa. Það er spurning hvort að þeir muni líka lausnina vera sem læri minnibolta.
Já, Það mér sýnist sýnist það. Til að byrja Spila með. léttilega í gegnum með þetta. En þá kemur svæðið sem við eigum aldrei lausnin á. Oddur. Sigurður. Sammi, á hann svarið við Fyrst. þessu. Bing. Nei. Nálægt því, en ekki voru nóg hann í. Já, hérna er. Þá kemur henni flúraði Kjartan upp völlinn. Daniel. Og hann Daniel skrifar. Kleifarinn skrifa hana. Menn eru missáttir að Daniel hafi kastað boltanum í burtu. Sigurður á Odd og Sammi á Steina og Steinir og orða Það er að sjá niður, Örn keirir fyrr. svo körfuna en tapar Herru, boltanum. þetta er bara Ollari og endaði bara í gólfinu. 3:30 eftir 85-76. Kjartan veit ekki alveg hvert hann allar. Finnur Kristinn! Leikmannum með 12 sem þetta þryggjastæða skotana. Hann heitir svo mikið sem Björn Ágúst. Steini Við langan tvist. heitir ekki Össi. Ríður þetta niður og örugur ofan í. 87-79, þetta var stór karfa. 8 stiga munur. Kristoffer Andersson fer hann á blokkinni. Hann er ríski sending og nökkva. Og hann aftur Jón á Kristoffer Heppinur og þetta er bara rétt. Örn er Algjörlega. farinn, Örn er farinn. Nefn að Sigga fengi þessu villu, en ég Nei, efast nei, um það. engar líkur á því, engar líkur á því. Örnin er bara farinn. Sturtu. Örni flýgur á bekkinn. 5 millur. Fökum Erni fyrir sitt framlag í kvöld. Kristoffer Andersson er á leiðinni á línuna með sín 27 stig. Fyrir að víti steinleikur. 28 stiga 7 Kristoffer. stiga munur. Þetta getur verið hörku leikur undir lokin. 2:47 eftir og 7 stiga munur. Bæði vilja víti synga. Tóti. Inn á 8 miðuna, hann fyrir alltaf leið, sendur á Glæsilega Steina sem að setja gert. þetta niður. Mikið reynsla þarna. KFÍ veist ekki að mikið svör við þessari vörn. Hamarsmanna í augnablikinu. Og Já, hann enda við að Samuel Samuel Stel stöður boltanum. Hægirinn leiknum vel gert. Og inn á Odd. Hart sótt á Oddi. Oddur sækir bara villu í þetta. Vel gert. Þeir brjóta á Oddi, treyðist á Oddur klúður á vítunum. En Oddur er 1 af 4 í kvöld á vítalínni. Mynda á hann í þósbúningi hérna inn á KK í síðan. Ekki ánægð með þetta. Jájá, sjálfsögðu setur okkar maður þetta niður. 90-81. Og það er Tóti frákastið á móti Kristoffer. Ég er full að trúa á hann með þessi frákastið og Oddur klikkar. En að sjálfsögðu klikkar Oddur bara ekkert. 91-81, 2 mínútur eftir, nú held ég þetta sé komið. Það þarf allavega kraftaverk hérna fyrir KFÍ. Kristoffer fer inn og setur hann. Nú er þjálfari í Ísafirðinga segja mikið til. Jájá, losa þetta þarna. Brjóta 5 minni kallar leikmaður þjálfarinn. Glæsilega gert hjá Steina. Stálhamar er klár hana leik, 93-83, gíðilega mikilvægt 2 stig sem Hamarsmenn er að sigla í reynd. Oddur náði að stela þessum. Kjartan, 1:24 eftir. hann reynir að laga Steina, Þetta brikkar, er bara aftur. en Kristoffer Vilja það sé broti á Tóta. Samuel, þeir brjóta honum.
Þetta getur orðið langa lokamyndu, þeir ætla að brjóta, þeir eru ekki búin að gefast upp. Okkar maður á línunni er nokkuð góður á línunni. Já, hver segir það? Já, þannig að Ding sagði þetta. Ég er full að trú að hann setjast næsta. Og þetta gera það. Oddur með stolið bolta á Haffa, Sigga Haff sem að klikkar á þessu. Daniel hittir ekki og Sigurður og Steini berjast þetta. Þeir vilja meina það að Tóti get ekki skotið og öskra það en að brjóta á hann. Já. Það er bara algjörlega rangt hjá þeim. Ég veit ekki hvað þeir eru að bylla. Tóti er einn besta vítaskýta sögunar. Þeir vita greinlega mikið Hamarslið og við vitum KKÍ-liðið. KKÍ, já. KKÍ-liðið eins og stjörnuliðið. Það er fínt. Siggi Haff á línunni, hann klikkar á fyrra vítinu. Það er 9 stiga munurinn og 37 sekúndur eftir. 10 stiga munur. Hamar er að sigla þessu nokkuð vel heim og Siggi rífur frákastið. Það er Steini, nú er alveg rugglar á hverja. Nei, hauslappir. Tóti, allir þeir brjóta á honum. Nei, skrefar. 20 sekúndur eftir, 95-85. Þannig hefur verið þess að Tóta bara legglega þrist í gríminn á þeim sem sýta á bekknum og segja að brjóta á honum. Oddur stelur þessu, þetta er líklegt. Nei, Samuel. Og þessi leggur á honni. Það er alltaf hendi þrist. Nei, Tóti. Menn vilja skjóti. En það gerði það ekki. 97-85 lokatölur. Við ætlum að henda okkur beint út útsetningu. Takk fyrir því. Kvöld verið.